Í þessu myndbandi förum við yfir það hvernig jafningjamat er sett upp í Canvas. En áður en við byrjum að skoða Canvas eru nokkur atriði sem vert er að nefna. Jafningjamat er fyrst og fremst hugsað til þess að nemendur geti ígrundað verkefni annara og lært af þeim. Þeir geta skrifað athugasemdir verkefni og fyllt út matskvarða og fá líka innsýn í það hvernig aðrir nemendur meta þeirri verkefni og þetta er fyrst og fremst hluti af námsferlinu. Jafningjamat er ekki hugsað til þess að nemendur geti gefið einkunn í tölustöfum sem gildir sjálfkrafa sem hluti af einkunn fyrir verkefni og þeir geta þannig ekki haft bein eða sjálfvirk áhrif á einkunn fyrir verkefnið. Þegar kennari gefur einkunn fyrir verkefni þar sem jafningjamat hefur verið notað, þá sér hann niðurstöður þeirra nemenda sem mátu verkefnið og getur haft þær til hliðsjónar við eigin einkunnagjöf. Það er vert að nefna líka að best er að nemendur noti tölvu í jafningjamatið því appið og símar virka ekki vel. Kennari getur dreift verkefnum á milli nemenda sjálfvirkt eða handvirkt. Athugið vel að ekki er hægt að dreifa jafningjamatið sjálfvirkt á milli hópa, heldur þarf að dreifa því handvirkt á milli einstaklinga innan hópa. Ferlið við að setja upp jafningjamat er þannig að kennari stofnar fyrst verkefni eins og sýnt er í öðrum myndböndum og kveikir því næst á jafningjamati. Síðan er hægt að setja matskvarða á verkefnið og það er vissulega valfrjálst en við mælum með því. Nemendur skila síðan verkefninu eins og hverju öðru verkefni og eftir skiladag þá dreifast þau verkefni sem búið er að skila til þeirra nemenda sem búnir eru að skila. Þetta þýðir að þeir nemendur sem ekki hafa skilað fá ekki verkefni til að fara yfir. Og með því móti er reynt að koma í veg fyrir að nemendur sem ekki skila fá að sjá úrlausnir annarra nemenda og fá þannig hugmyndir að eigin lausnum. Þessu næst framkvæma nemendur jafningjamatið. Það er gott fyrir kennara að vita að það er ekki hægt að setja skiladag á framkvæmd jafningjamats, en kennari hefur yfirlit yfir það hverjir eru búnir að framkvæma matið og geta minnt þá á sem ekki hafa þegar framkvæmt jafningjamat. Nemendur fá ekki stig eða punta sjálfkrafa fyrir að framkvæma mat, enda er það fyrst og fremst hugsað sem hluti á námsferlinu. Þegar nemendur eru búnir að framkvæma jafningjamatið getur kennari opna verkefnin í speedgreider og gefið sína eigin einkunn og nota þá jafningjamatið til hliðsjónar. Nemendur geta síðan skoðað bæði endurgjöf kennara og nemenda og þá mögulega borið það saman. En kíkjum þá í Canvas. Hér erum við komin inn í Canvas og erum með opið verkefni og það næsta sem við þurfum að gera hér eftir að hafa sett inn verkefnalýsingu, punta og þess háttar er að stilla inn og kveikja á jafningjamatinu. Ég byrja á því að smella hér og segi krefjast jafningjamats. Þá opnast nokkrir valmöguleikar og ég get valið úr því hvort ég vel að úthluta verkefnum handvirkt til nemenda, þannig stýri því hvaða nemandi metur hvaða verkefni, eða þá að ég dreifi þeim sjálfvirkt hér. Og í stórum námskeiðum getur það verið mjög heppilegt. Hér ræði því hversu mörg verkefni nemandi á að meta og að lokum get ég valið hér að dreifa verkefninu, eða dreifa jafningjamatinu á einhverju annari tímasetningu heldur en skiladegi. Og síðasti valmöguleikin hér er síðan síðasti valmöguleikin sem er að ákveða hvort jafningjamatið á að birtast nafnlaust eða ekki. Að lokum vista ég bara verkefnið og birti nemendum. Næst skoðum við það örsnöggt hvernig við setjum matskvarða á verkefni. Það er fjallað meira um matskvarða í öðrum myndböndum sem er gott að skoða ef þið ætlið að hafa matskvarða á verkefni. Til þess að bæta við matskvarða smelli ég hér og þá get ég annað hvort stofnað nýjan matskvarða eða leitað í matskvörðum sem ég hef þegar stofnað. Ég get til dæmis valið þennan hér og ákveða að nota þennan matskvarða á þessu verkefni, en athugið að bæði nemendur sem eru að meta verkefni og ég sem kennari notum sama matskvarðan á verkefnið. Nú skulum við aðeins skoða hvernig verkefni lítur út frá sjónarhóli nemenda. Nemandinn smellir hér á verkefnið. Hann getur lesið verkefnalýsinguna. Hann getur skoðað matskvarðan og sér þá hvernig verkefni verður metið, bæði af kennara og nemendum. Þegar hann er tilbúinn, smellir hann á skila verkefni, finnur síðan skjalið sem hann ætlar að skila og smellir á skila verkefni.
Nú skoðum við það aðeins hvernig jafningjamaturinn er úthlutað. Þegar við stilltum þessu verkefni upp, völdum við að dreifa því sjálfvirkt á milli nemenda. Þegar ég smelli hér á jafningjamat, fæ ég yfirlit yfir nemendur og sé hvaða verkefni nemendur eiga að meta. Við sjáum hér að þessi nemandi er ekki með neitt verkefni til að meta og það er vegna þess að hann skilaði ekki neinu verkefni sjálfur og fær þess vegna engu mati úthlutað í sjálfvirkri úthlutun. Ég get úthlutað mati handvirkt og þá til dæmis eyddi ég þarna sjálfvirk úthlutuninu og vel hér annan nemanda sem viðkomandi á að fara yfir. Þetta upprópunarmerki hér þýðir að nemandinn er ekki búinn að framkvæma matið og með því að smella á þessa bjöllu hér get ég sent honum áminningu að klára matið. Ef ég hefði valið að dreifa matinu handvirkt, hefði þetta allt saman litið út eins og hér, engin úthlutun. Þá smelli ég hér og vel hvaða verkefni viðkomandi nemandi á að fara yfir. Þannig er hægt að deila jafningjamatinu handvirkt og það getur til dæmis komið sér vel þegar nemendur hafa unnið í hópum. Þá þarf ég að hafa hjá mér upplýsingar það hver er í hvaða hóp og hverjir hafa skilað fyrir hönd hópana og þannig get ég dreift matinu handvirkt á milli. Hér eru við síðan inni sem nemandi og ætlum rétt að skoða það hvernig nemandi framkvæmir jafningjamat. Hann getur smellt hér og skoðað verkefnið sem nemandinn skilaði. Hann getur skrifað athugasemd hér og vistar athugasemdina. Svo getur hann smellt hér og skoðað matskvarðan fyrir verkefnið og þá getur hann smellt í matskvarðan allt eftir því hvernig hann metur frammistöðu nemandans. Og af því að við erum að nota matskvarða, þá verður til hér þegar hann er búinn að smella, getur við séð að nemandinn þessi, hann fær í rauninni 7 af 10 fyrir verkefnið, nemandinn smellir á vista athugasemd og hefur þá lokið jafningjamatinu. Nú skoðum við það hvernig kennari sér þetta sama verkefni. Nú er hér inni sem kennari og hér sér kennari hvernig annar nemandi hefur metið þetta verkefni og hversu marga punkta verkefni fær og sér hér athugasemdina sem við skrifum áðan. Kennari getur síðan sjálfur skoðað matskvarðan og smellt í hann, allt eftir því hvernig hann metur verkefnið. Og við sjáum að þessi kennari metur verkefnið hærra heldur en samnemandinn, en þetta er einkunnin sem gildir. Og kennari getur að sjálfsögðu líka skrifað athugasemd og hann og nemandi getur síðan flett á milli og séð hvernig kennari mat og hvernig nemandi mat og borið það saman. Takk fyrir og gangi ykkur vel.